Þetta er merki kreditkortahnífur sem ég keypti á AliExpress fyrir 50 eða 60 krónur. Þetta er plasti hérna. Þetta er málmur. Svo leggst þetta svona einhvern veginn saman. Þetta sé nú ekki mest fjölnota hnífur í heimi, mér sýnist það einhvern veginn á bygginguna á þessu. Þau eru bara hérna lamir, það kom ekki með þreita þetta maður alltaf brotnaði sundur höndunum. En þetta er, já, hann fer alveg sérstaklega illa í hendi þessi hnífur, en þetta er hann eins og hann er. Þetta er meira svona gert til að setja hann í veski frekar en eitthvað annað. Svo keypti ég líka þannig hérna hníf, hann kostaði 200 kall eitthvað svoleiðis. Þeir voru grjóti, flugbeittur þessi. Við ætlum að bera þetta saman við þennan hérna hníf sem að kostaði slikk líka. Þessi kostar hérna 60 krónur eða eitthvað sem er bara sendingkostnað frá Kína. Prófum fyrst að tálga hérna. Þessi sker nú bara allt sko. Það er ekkert mikið að hafa fyrir þessum. Þetta er flugbeitt. Þetta er ekki eitthvað verkfæri sem maður myndi æða með eitthvað út. Maður áttur að brjóta þetta blað hérna. Þetta er eins og ég bara keramík. En hann býtur á. Svo er náttúrulega þessi. Nú getur maður stungið miklu frekar sko. Þú er svona að býta svo sem allt í lagi. Þetta er eitthvað beitt en ekkert. Þetta er líka svona dæmi sem maður myndi ekkert fyrir að opna einhverjar flöskur með. En já, það er þetta að tálka þetta eitthvað aðeins. Þú ert að skera pappírinn, ekki að rífa hann. Þessi hérna eins var svolítið meira svona í því að það kemur sko, já, séu þetta hvíta hérna á þessu. Þetta er rifinn pappír eftir nýsvotin frekar sporin sko. Þetta er skurður. Þannig hann er, já, rakvélablaði inn í einhverju pappahölstri. Þess virði sem návelt í fyrirbæri, já, pínulítið. Falið þetta áður einhvers staðar, þetta er kreditkort bara.